Komið í sæl, Birgir Þór heiti ég. Mál málanna í kvöld í Militech Motorsport er Íslandsmótið í torfæraakstri og úrslitin þar. Sjötta og síðasta umferðin fór fram í Grindavík síðustu helgi. Hér er Þorsteinn Einarsson að leggja af stað í fyrstu braut. Hann keppti í ár í sigurútbúnarflokknum og endaði í sjötta sæti í Íslandsmótinu. Og hann fór ekki langt í fyrstu þraut en krækti sér þó í heil 60 stig sem var meira en margur annar í þessari þraut. En úrslitin í keppninu urðu sem hér sést: Gísli G. Jónsson með 1070 stig, Benedikt Eiríksson með 1070 stig, Einar Gunnlaugsson í þriðja sæti og það dugði Einar Gunnlaugssoni til þess að verða Íslandsmeistari. En Gísli kærði þó niðurstöðu í þessari torfæru, nánar tiltekið í þriðju braut. Hann telur að Einar Gunnlaugsson hafi fengið á mörg stig þar og reynist að vera rétt. Þá hrapar Einar niður í fjórða sæti og þar með Íslandsmeistarinn Gísli G. Jónsson, rétt eins og í fyrra. Hér er svo Gísli í fyrstu braut. Hún var talsvert löng og hann tapar hér heilum 40 stigum á því að bakka. Kemst þó lengra en Þorsteinn, fer hálfur út fyrir, tapar 60 stigum þarna og aðeins einn þriðji af brautinni búinn. Það voru 3 keppendur sem áttu möguleika á Íslandsmeistaratitlinum. Þeir Einar Gunnlaugsson, Gísli G. Jónsson og Haraldur Pétursson. Haraldur Pétursson fékk 0 stig í fyrstu þraut og þar með dró úr líkum hans á því að hreppa titilinn. En það var talsvert taugaspenna í þessum 3 keppendum. Gísli G. Jónsson og Haraldur Pétursson þurftu báðir hvor sig að lenda í fyrsta sæti. Ef Gísli lenti í fyrsta sæti þá nægði Einari Gunnlaugsson í þriðja sæti. Ef Haraldur Pétursson hefði farið með sigur á hólmi þá hefði verið nóg fyrir Einar Gunnlaugsson að lenda í öðru sæti. Ef Gísli G. Jónsson eða Haraldur Pétursson yrðu neðar en fyrsta sæti, það er að segja í öðru sæti eða neðar, þá var Einar Gunnlaugsson orðinn Íslandsmeistari óháð því hvernig honum gengi í þessari keppni. Besti árangur Einars Gunnlaugssonar í Grindavík til þessa var 9. sæti, svo hann átti á brattan að sækja þó hann sé hér á niðurleið. Tekur þarna dekk, tapar 40 stigum og bakkar, þar fjúka önnur 40 og tekur dekkið. Þannig að 120 stig eru farin nú þegar. Og hann er aðeins búinn með þriðja rétt eins og Gísli áðan og kominn með 100 stig í brautarlengdinni en búinn að tapa talsvert meiru. Þannig að það bil þarna er hann enn með 0 stig. Og snertir dekk þar fóru 20 stig. Nú er að sjá hvort að hann nær þessari beygju án þess að bakka. Nei. Og aftur er hann refsað 40 stigum. En hann er komið 180 refsistig að minnstakosti. 300 stig er hæsta stigatala sem hægt er að fá út úr einni braut. Og Einar fer hér alla leið og fær 110 stig. Og áhangendur Gísla G. Jónssonar mættu á þessa keppni með hjálma sökum þess sem gerðist á Akureyri fyrir 2 vikum þar sem þeir fengu yfir sig grjótgusuna frá Gísla. Þá er það Haraldur Pétursson, við erum komin í þraut nr. 2. Hann fór út úr fyrstu braut með 0 stig. Og hann fær hér 250 stig. Hittir aðeins með 1 hjól inn í endamarkið. Þá er það Gísli G. Sigurðsson á kjúklingnum, Grindvíkingur, og þekkir þessar gryfjur manna best því hann stundar sitt starf daglega þarna. Er búinn að missa loft úr hægra framhjóli hér, klórar sig samt hér upp á þennan bakka. Og nú er að sjá hvort hann fer alla leið og hittir í hliðið á 3. Nei. Þarna vantaði átæki sem framhjólið annars skapar ef að loft er í hjólbarðanum og því fór sem fór. Honum gekk ekki sem best og á tímabili var hann í neðsta sæti. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Og þetta er slagurinn það að sleppa við það að snerta dekkin. Hann tekur þó 1 hér. Og svo þarf maður að fara alla leið. En hann missir hraða hér, fær hans 230 stig af 300 mögulegum.
Það var Benedikt Eiríksson, hann fékk 0 stig í fyrstu þraut. En læðir sig rétt snertir, tapar 20 stigum. Og hittir vel á endamarki en fær 240 stig. Þá var það Sigurður Axelsson, hann var með forystuna eftir fyrstu þraut, var með 120 stig. Hann sigraði í síðustu keppni sem kom frá Akureyri sem var þó ekki til Íslandsmeistara og var nálægt sigri í þar síðustu keppni, fær hér 290 stig, glæsilegt hjá honum. Þá var það Gísli G. Jónsson. Fekk 60 stig í fyrstu þraut. Einar fekk 110 og Einar fekk 230 í þessari þraut, nr. 2. Gísli fer þetta glæsilega með 300 stig og fær 360 alls. Hann í öðru sæti, 50 stigum á eftir Sigurði Axelsinni. Og þá komið að þriðju þraut, þrautinni umtöluðu sem að Gísli G. Jónsson kærði eftir að úrslit höfðu verið birt. Og þar keyrði Einar yfir 2 dekk en hún var hins vegar refsað aðeins með einu. Hann tók þarna rautt dekk, fær 260 stig. Og slagurinn stendur þetta dekk sem kemur í ljós núna, hvort hann fór með framhjólið yfir dekkið eða ekki. Sá sem þetta talar sá þetta og neðst í horninu vinstra megin sjáum við að Einar fer yfir dekkið. Það bögglast undir hjólið en réttir sig síðan upp aftur og það kann að vera skýringin á því að dómarar sáu ekki að hann hafði fellt þetta dekk. En verði niðurstaðan sú að hann tapið þessum 40 stigum, þá hrapar hann niður í 4. sæti og þá Gísli orðinn Íslandsmeistari. En það ekki öll sagan sögð. Benedikt Eiríksson hér á ferð. Hann var í lokaslagnum með 1070 stig, rétt eins og Gísli G. Jónsson, en lenti í öðru sæti sökum þess að reglur segja þannig til ef menn eru jafnir. Og hér fellir hann eitt dekk í þriðju braut, fær 280 stig, en það ekki allt sem sýnist. Því þegar að Benedikt Eiríksson kemur hér upp á bakkann, þá sjáum við það að hann snertir ekki dekkið, keyrir hér yfir stórt grjót sem skýst inn í þennan hjólbarða sem að markar hliðið og dekkið fellur. Þannig að ef að stig Einars verða leiðrétt og hann tapar 40 stigum, þá ætti þessi stig einnig að vera leiðrétt og Benedikt Eiríksson ætti að fá 300 stig og þar með ætti hann að lenda í 1. sæti, Gísli G. Jónsson í öðru sæti og þar með yrði Einar Gunnlaugsson orðinn Íslandsmeistari aftur. En áfrýjunarnefnd hjá Landssambandi Íslenskra Akstursíþróttafélaga hefur þetta mál til umfjöllunar og að vænta úrskurðar frá þeim innan tíðar. Hér svo komið Sigurður Axelsson sem var með forystuna eftir fyrstu 2 þrautir og hann hélt henni hér, það 220 stig þessari þraut og þá það Gísli G. Jónsson Íslandsmeistari frá í fyrra. Og hann getur nagað sig í handabökin því hér gerir hann mistök, hann misreiknar gripið í brautinni og situr fastur fær ekki nema 140 stig. Það var það Helgi Schutt, fekk 0 í fyrstu þraut, 220 í annari þraut og hér í þriðju þraut, marg umtalaðri. Sennilega hefur Helgi verið lengst allra þeirra sem enn eru með í torfærunni sem keppandi og íhugar nú að leggja Krissa fríska og hætta þessu og sinna fjölskyldu sinni. En hann fær hér 280 stig, fellur dekk í endahliðin og hér staðan eftir 3 þrautir miðað við það hvernig úrslit voru lögð fram. Sigurður Axelsson efstur með 630, Einar Gunnlaugsson annar, Benedikt Eiríksson í 3. og Gísli G. Jónsson í 4. sæti. Og 4. þraut var snúin, liggur hér bak við hólinn í mjög lausu undirlagi og þar voru nokkur dekk. Hér Benedikt Eiríksson á ferð. Taka síðan hér niður og eiga síðan að fara upp talsvert erfitt stál þar sem að Gísli G. Jónsson braut hjá sér vel í fyrra og var næstum búinn að missa af Íslandsmeistaratitli það árið. Benedikt þetta fallega, rétt snertir dekk í endahliðinu, fær 220 stig, gott hjá honum. Þá það Sigurður Axelsson sem var í forystunni og í forystunni. -20 fyrir að snerta þetta dekk. Sigurði hefur farið mjög fram á þessu ári
og mætir örugglega sterkur í slaginn á næsta ári. Og hér missir hann reimar af fyrir stýristælu og hittir því ekki endahliðið, fær aðeins 220 stig. Það var Gísli G. Jónsson. Er þetta óhikað án þess að snerta nokkuð dekk. Það var að sjá hvort að hann fer hér upp stálið. Það er orðið talsvert brattara, það er búið að spóla burtu sandinum sem er neðst og gerði þetta afleiðandi. Með þeim afleiðingum að Gísli fer hér eina kollsteypu, fær 210 stig þó. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Hikar hér aðeins og situr fastur. Og þarf að bakka og þar tapar hann 40 stigum. Má bakka eina bíllengd mælt frá afturhjóli í framhjól. Og góður dekkjakostur og mikill kraftur gerir það verkum að hann kemst hér upp. Tekur þó dekki þarna í þessu hliði. Þannig að það eru farin 60 stig. Og keyrir síðan yfir dekkið hér hægra megin. Stoppar og reynir aftur og fær því aðeins 120 stig. Og þá erum við komin í 5. og næst síðustu þraut. Hér velur Sigurður Axelsson að fara út fyrir hlið. Það rétt hangir inni annað framhjólið og það þýðir mínus 100 stig. Og bakkar og þar tapar hann öðrum 40. Og keyrir síðan yfir dekk hér. Búinn að stoppa og keyrir yfir dekk og stigagjöfin fyrir hann í þessa þraut var hreint 0 og þar með jókst nú aldeilis möguleiki Gísla G. Jónssonar á að ná fyrsta sætinu og það reyndar hjá Einari líka. 60 stig fær Gísli hér út úr þessari þraut, var enn í 4. sæti þegar aðeins ein þraut var eftir með 770 stig. Sigurður Axelsson með 850. Þannig að það munar á þeim 80 stigum á 1. og 4. sæti. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Það munar aðeins 10 stigum á honum og Gísla fyrir þessa þraut og Einar fær 50 stig hér. Þegar ein þraut eftir er þeir jafnir með 770 stig. Þá er það Benedikt Eiríksson. Hann velur sömu leið og Sigurður Axelsson. Lætur eitt hjól hanga inni til þess að komast hér upp á hólinn. Er enn með 0 stig miðað við það, þannig að hann þarf að fara ansi langt til þess að fá stig hér. Sleppir því að bakka og keyrir bara yfir dekki, það er sama refsing fyrir það, 40 stig, en nær í staðinn þessari beygju. Og kemst upp á hólinn og sem koma þess hægri og niður til okkar og krækir sér í 100 stig og kominn með 840 stig, aðeins 10 stigum á eftir Sigurði Axelssyni og þá var aðeins eftir tímaþrautin og Gísli fór geysilega ákveðinn í þessa þraut. Keyrði hana miklu öryggi og náði langbesta tímanum og fekk 300 stig, var komið með 1070 stig og allt í einu var Gísli kominn í forystuna. Þá var komið Einar Gunnlaugssoni, hann náði næstbesta tímanum, tók þar með upp sæti sem Benedikt Eiríksson hefði getað verið í. Fær 1040 stig en þar með minnkuðu möguleikar bæði Benedikts og Sigurðar á því að ná fyrsta sætinu því stigum fækkar eftir því sem menn verða alltaf í tímaþrautinni. Benedikt Eiríksson fekk 230 stig og Sigurður Axelsson aðeins 180 sem þýddi það að Gísli G. Jónsson varð sigurvegari með 1070 stig, Benedikt Eiríksson var annar með 1070, Einar Gunnlaugsson með þriðja með 1040 og Sigurður Axelsson með 1034. Og þannig er staðan í dag þegar að